Ja, nú ætlum við að skoða hvernig við förum að því að taka þátt í umræðum á Twitter og til þess að þá þurfum við að nota svolítið allt það sem við höfum verið að fara yfir í fyrri upptökum og sérstaklega tengslanetið og notendanöfn annarra og umræðumerkin. Eitt sem að vefst fyrir mörgum sem eru ekki vanir að nota Twitter það hvernig maður fer að því að búa til umræðumerki eða hashtag. Hvað þar á bakvið? Umræðumerki ekkert annað en sameiginleg ákvörðun tiltekins hóps að nota sama umræðumerkið til að halda utan samskipti sín á milli. Þannig að það eina sem maður þarf að gera til að búa til nýtt umræðumerki að byrja að nota það. Þannig að ég ætla núna að taka svolítið samræðu við reyndar sjálfa mig, svo ég sé ekki að trufla annað fólk. Og þá ég að meina sem sagt minn aðal Twitter aðgang sem ég nota venjulega. Og til þess ætla ég að nota umræðumerkið lært á Twitter. Og þá bý ég bara til tíst og ég ætla að láta hinn Tryggva vita af þessu. Þannig ég ætla að segja notanafnið hans Tryggva. Tryggvi Þeyr ræðum lært á Twitter. Og umræðumerki það þarf alltaf að vera eitt orð. Það ekki hægt að slíta það í sundur. Þannig að nú ég búinn að segja við Tryggva, herðu, lærum á Twitter. Og ég sendi þetta tíst og ég ætla reyndar að vera á hinu notanafni mínu á símanum hérna því að sjá það ekki í upptökunni. En ég fer hérna inn á Twitter og þá fæ ég skilaboð það að notandinn @Þeyr-Tryggvi, sem þessi notandi sem ég hef verið að nota í þessum upptökum, sendi mér tíst sem stendur ræðum lært á Twitter. Og ég ætla í símanum mínum hérna, ég ætla að svara honum og segja góð hugmynd. Og út af því að við erum að búa til umræðumerki til að halda utan þetta, að þá þarf ég að passa að nota alltaf umræðumerkið. Og það mikilvægt að ég skrifa umræðumerkið rétt. Vegna þess að ef ég skrifa það vitlaust, þá fer það ekki inn á þessa umræðu sem sagt inn í þetta utanumhald sem við erum að búa til. Þá sendi ég þetta og þá fæ ég væntanlega notifications að sem sagt Tryggvi Þeyr hefur tíst til mín og var að svara fyrir skilaboðum góð hugmynd hashtag lært á Twitter. Og ef ég smelli á þetta, að þá fæ ég alla samræðuna. Hér uppi upphaflega tístið frá @Þeyr-Tryggvi og síðan hér niðri svarið frá @Tryggvi Þeyr. Og ef ég ætla þá að svara þessu síðasta tísti, að þá nota ég þetta merki hérna sem undir tístinu, sem lítur út eins og svona talblaðra og smelli á reply og þá segir hún replying to og notendana þess sem ég að svara. Og ég get spurt þá hvar ættum við að byrja. Og ef ég sendi þetta bara svona, að þá fær hinn notandinn, þessi sem nefndur hérna, @Tryggvi Þeyr, hann fær skilaboð að ég hafi svarað honum. En tístið fer ekki inn á þessa umræðu sem lært á Twitter. Ég þarf að bæta við
hashtaginu lært á Twitter og þá get ég sendt það og þá fer það inn í þennan umræðu þráð. Og það sem ég get gert núna, út af því að við erum komin með umræðu í kringum eitt umræðumerki, tiltekið umræðumerki, að þá get ég farið í leitareitin í Twitter og leitað að umræðumerkinu lært á Twitter og þá fæ ég alla umræðuna. Sem sagt að ég sé öll tíst sem eru merkt hashtag lært á Twitter og þið sjáu hérna fyrir ofan að það eru nokkrir valmöguleikar. Það sem sjálfvalið topp. Þá sé ég þau tíst sem að verða kannski vinsælust. Ef ég vil sjá öll tíst í réttri tímaröð, að þá þarf ég að smella á latest. Og þá bara, sem sagt, sé ég öll tístin, við sáum við hvort þið áður, þannig að það breyttist ekkert, en það myndi skipta máli ef þetta væri stærri umræða, ef það væri fleiri að taka þátt. Nú koma svolítið inn í þessi merki sem eru undir tístinu, sem að hérna við sjáum, og eitt retweet, að það að endursenda tíst, og hitt like. Like náttúrulega bara eins og like á Facebook, þetta bara eins og þumalputting. Ef að mér finnst svolítið áhugavert gott það sem að viðkomandi segir, að þá get ég smellt á like og það verður þá svolítið sýnilegra. Að Twitter leitar að svona likeum og það sem mikið likeað, að það verður sýnilegra á skjám þeirra sem að fylgjast með. Hitt retweet og það sem kannski svolítið sérstakt við Twitter að retweet, það að segja að endursenda tíst einhvers, að það hefur meira vægi heldur en like. Að það að segja að þú veist að þá finnst okkur þetta svo merkilegt að það þarf að deila þessu með öðrum. Og þá myndum við smella hérna á og þá ef ég sendi þetta núna, að þá endursendir Twitter þetta þannig að allir sem að fylgja mér á Twitter, að þeir sjá þetta tíst. Ég ætla ekki að gera það núna, ég held að sé enginn sem að fylgja mér, ég ætla að gera það. Og þannig sem sagt tökum við þátt í samræðu. Oft geta sem sagt þessir þræðir, sérstaklega þegar verið að tala, sem sagt þegar fólk að skiptast á skoðunum og svoleiðis, þeir geta orðið svolítið langir, en það sem mikilvægast að muna eftir umræðumerkinu. Út af því að ef umræðumerkið ekki, að þá sést viðkomandi tíst ekki hérna. Og við fáum ekki yfirsýn yfir samræðuna eins og hún hefur verið.